Já, við skulum sjá hvort að þetta gengur núna. Það eru sem sagt 2 A, B, C og D sem eru undir núna. Þéttir og tímastöðul. Við vorum með viðnám og við vorum að hlaða þétti og við fundum það út að það var alveg sama hvað spenna var á kerfinu, að tímastöðullin var alltaf svo sami. Munið, við vorum fyrst með 10 volt og þá gerist það að þegar að eftir 1 tímastöðull þá var spennan komin upp í 6,3 volt og það var alveg samsvarandi hérna með 5 volta spennuna að hún það var komin samsvarandi spenna eftir 1 tímastöðull. Þannig að það er alveg sama hvað spennugjafarspenna að margfeldi stærðar þéttisins og stærðar mótstöðunar gildir alltaf varðandi tímastöðull, að spenna þéttisins er alltaf komin upp í 63% af spennugjafarspennunni eftir 1 tímastöðull. Og hérna líka með afhleðsluna að þéttirinn hefur lækkað 63% þegar að hérna 1 tímastöðull er komin, alveg sama sem að gerist þar. Hér var upphleðslan og þannig að hérna er hann að hlaðast upp og svo var hérna afhleðslan og þá er líka 1 tímastöðull hérna eitthvað 33 sekúndur eitthvað svoleiðis. Þá er hann búinn að afhlaðast 63% af heildarspennunni. Akkurat, þetta var nú aðal málið varðandi upphleðslu og afhleðslu á þétti og við skulum fara bara í næsta verkefni. Þar var raðtenging þéttis, raunviðnáms og spólu og þar vorum við að mæla og útbúa líklega spennuvektoramynd. Hérna í raðtengingunni þá er náttúrulega sami straumur í gegnum rásina en spennan skiptir sér og þegar að við erum með spólu og raunviðnám þá lítur vektormyndin út einhvern veginn svona á hlið. Við sjáum þetta og þá höfum við spennu, þess að heildarspennu spólunar hér, svo þegar við bætum spennu perunar við, það er þá hérðan frá þessi græna lína og byrjum við að reyna að losna þetta. Já, U-pera er græna línan frá rauða vektornum hérna og upp, þar bætist við spenna perunar af því að hún er í sama fasa og straumurinn. Það er sérst ekkert fasvik í perunni, þannig að hvað vantar hérna á myndina á þessa spennuvektormynd? Jú, viðmiðunina að hafa aðeins lengri línu hérna og strauminn sem viðmiðun. Akkurat. Ég var náttúrulega að koma með rangar fullyrðingu núna. Hvað skiptir sér í þessari mynd? Já, spennan skiptir sér sem sagt vektornir hafa mismunandi stefnur en straumurinn á sami gegnum alla rásina. Það var líka spurt þetta í síðasta prófi. Er straumurinn upp eða er hann? Já, hann bætist við hérna. Eða sem sagt vegna þess að þetta snýr á hlið. Já. Þetta lítur svolítið skringilega út. Já, þú myndir gera ör áfram og segja þá að spennan af yfir strauminn eða? Nei, ég myndi bara setja hérna línu, stutta línu áfram og ör og sem að merkir að straumurinn er viðmiðun í þessari spennuvektoramynd eins og alls þar í bókinni. Já.
spenna með straum. Það er ekkert fasvik í perunni, það er málið, og raun hluti spennunar yfir spólunar er hérna neðst niðri. Akkurat, þetta var svona, og síðan bætist við þéttirinn einhvers staðar hérna í spóla raunviðnám raftengt við þétti, og þá fáum við geypilega háa spennu yfir þéttin, 292 volt hérna í þessari mælingu, hærri spennu heldur en spennugjafarspennan. Þannig að já, spenna einstakra íhluta getur orðið hærri heldur en spennugjafarspennan. Og er nokkuð hérna vektoramind hér. Hér hefur náttúrulega sama ströyming gegnum allar rásina. Jú, hérna lítur þessi ljós ein spennuvektoramind, og þá getum við spurt hvort er þetta rýmdarrás í heildina eða spönuðrás. Sko, eins og alltaf þá er spólan hérna sem sagt hér vantar líka inn á þessa mynd að straumurinn er hérna sem viðmiðun. Þetta er spennaperunni hérna, hún er 167 volt núna, og hérna er spenna spólunar UL 158 volt. Svo að spenna þéttisins er svona þessi risastóra spenna, hérna græni vektorinn, alveg hérna, og sem sagt er á eftir straumnum. Af því að straumurinn á undan spennu í þétti. Hvað segirðu? Já, akkurat, þetta er rýmdarás vegna þess að heildin er hingað, heildaspennan kemur hér, því að þéttirinn hefur meiri áhrif. Já, hvað segirðu? Hvernig þetta miða það út við það að þéttirinn sé, ef þéttirinn fyrir neðan, þá er hann í rauninni að sama hæð á milli eitthvað? Já, við erum í rauninni að við gætum líka tekið allan vektorinn fyrir þéttin og dreigja hann hérna frá. Við fáum sömu niðurstöðu hérna niður. Við erum að taka núna vektor vektor spennunar, laun spennuspólunar, sem sagt hérna frá hingað, og draga hérna frá. Það er bara eðlilegra. Eða nákvæmlega í þessu verkefni. Akkurat í þessu verkefni. Þetta er C, er það ekki? Nei, þetta er B. Já, þetta, veitu, er þetta ekki B? Jú, þetta er B. Þetta er verkefni B, það sem er raðtenging á spólu. Ekki bara eftir að gera það á þessu tengingu? Nei, það er búið að ganga frá, það er ekkert sem að vantar inn á þessa af íhlutunum. Það vantar eina línu hérna sem við með ströyming. Það er eina sem vantar inn á þessi. Það er ekki að taka viðmiðun frá toppi og niður á þéttinu? Ég þarf þess ekki, ég gæti gert það líka ef ég tek þessa lengt frá miðjunni hérna og alveg niður þessa lengt, færi þennan vektor og myndi draga hann frá efst hérna frá launspennuspólunar hérna frá, þá myndi ég enda líka á þessu sama stað, skilur við. Er það ekki? Er það ekki sami hluturinn? Ok, eru þið fleiri spurningar varðandi þetta? Setur einhvern tímann viðmið á uppsúnar? Nei, við erum alltaf að miða við 0-ið. Alltaf að miða við 0, já. Að launspennuspólunar er sem sagt 90 gráður fasa við strauminn, og spenna þéttisins er 90 gráður á eftir straumnum. Þess vegna teiknum við þetta svona upp, alltaf viðmiðunin, þess vegna er viðmiðun alltaf hérna á láréttri hérna línu hér. Allt í lagi, ekki frekari spurningar um þetta. Þá skulum við halda áfram. Ekki veitir af, við höfum ekkert fleira í sambandi við þessa rás, hún er bara raðtengt og allt í góðu lagi með það. Núna þurfum við alveg að skipta um gír,
strákar, hvað er núna sem sagt sameiginlegt í allri rásinni? Hérna er komin hliðtenging, þéttis, raunviðnáms og spólu. Hvað er hérna sameiginlegt í allri rásinni? Það vísu engin mynd að þessu eða hvað? Nei. Við erum að hugsa þetta fyrir okkur að það er hliðtenging núna í gangi og við tókum mælingar af þessu. Já, ég á reyndar við erum með hliðtengingu, sjáu þið. Það er náttúrulega sama spennan yfir allt saman. Það er sameiginlegt í rásinni er spennan og þá ætti að vera hérna þar sem að stendur hérna í pera. Hér ætti að vera lengri lína og segja að spennan er viðmiðuð í rásinni. Ekki satt? Alveg eins og í straumvektormyndinni sem að við höfum í formúlublaðinu okkar. Akkurat. En við byrjum þessa vektormynd þannig að hafa stillingu 0 á þéttasettinu og þá erum við með heildarstrauminn sem sagt 2 ampere og hann er þá hérna frá og alveg hérna niður. Engin þéttir sem sagt. Það er ekki teiknuð beinlínis inn hérna, það er ekki skipt spólunni í raunhluta og launhluta hérna, akkúrat í þessari mynd. En hér er IL raun, hérna er skrifað inn raunhluti spólunar, hann kemur hérna. En þetta er alveg nóg, en það er engin heildarstraumur sýndur í spólunni, það þarf ekki. Það er alveg nóg að merkja hérna inn launstrauminn hérna í skýrslunni. Þetta er launstraumur spólunar. Hann nær sem sagt þá héðan frá miðinni og niður. Og hann er straumur sem sagt á eftir spennunni, af því að spóla seinkar straum. Og þannig að heildarstraumurinn hérna er 2 ampere og þá þurfum við nefnilega í útreikningunum muniði, þá lögðum við saman raunhluta straumsins í spólunni og peru straumin. Þannig að hérna í þessi heild er þá 0,58 ampere. Ok, og þá er hjálparlína dregin hérna niður og reyndar hérna á eftir upp vegna þess að þetta er raunhlutinn sem sagt og hann breytist ekki neitt í rásinni, skiljiði. Peran tekur ekkert meiri straum, hún er bara hliðtengt við 233,7 volt. Þannig að það breytist ekki neitt. Svo að þetta er fyrsti vektorinn fyrir heildarstraum og hérna er ekki sett inn reyndar fasvikið en hérna það er náttúrulega annar staðar í skýrslunni en það er fundið út frá heildar raunstraumnum deilt með í heild hérna í H. Þannig áttu þau fundið það út. Og síðan, hérna koll af kolli, síðan fórum við stillingu 2 á þéttinum. Og hvað gerist þá? Þá breyttist þetta þannig að, hérna er nefnilega eldri skýrsla þannig að stilling 1 er líka inn í þessu. Þannig að hérna mismunurinn á straum þéttisins og spólunar endaði hér en næsta stilling hjá okkur er stilling 2. Þannig að þetta hérna er mismunurinn á rýmdarstraumnum hérðan frá og upp fyrir að
sjá hvort við getum ekki losnað við þetta hérna svona. Ja, hann er sennilega ekki straumur. Sko, straumur þéttisins, hann kemur hérðan frá og upp, ekki satt. Þetta er ekki kannski alveg nógu skýrt. En sjáu þetta, að þéttistraumurinn, hann er hérðan frá og kemur hérna og undan spennunni. Hann er hérðan frá miðjunni og hérna upp, skiljiði. En hérna, þessir straumar, þannig er búið að reikna út, til dæmis eins og í stillingu 2, það er búið að reikna út mismunin á straumnum í spólunni og þéttinum. Launstraum spólunar er fyrst sett upp, og af því að straumur í þéttinum aðeins minni, þá er straumur þéttisins dreginn frá launstraumi spólunar. Það er gert í stillingu 2 hérna uppi. Skoðum það hérna, stilling 2, það er hérna, og þá er mismunurinn 0,45 ampere, og þess vegna erum við með þennan straum hérna. Það er sem sagt, straumur spólunar var 1,87 og straumur þéttisins 1,42. Þannig að núna er straumur þéttisins aðeins minni heldur en launstraumur spólunar. Og hvernig rás erum við þá með núna? Er þetta rýmdarás eða spannrás? Hvernig rás erum við með? Við erum með strauminn í spólunni 1,87 ampere og draugum frá straum þéttisins 1,42. Já, við erum með spanaða rás. Akkurat. Og þess vegna erum við ennþá í vektorni með strauminn hérna á eftir spennunni. Og þá er þessi straumur merkturinn í stillingu 2, 0,45 ampere. Þetta er mismunurinn á straumi hérna launstraumi spólunar og straumi þéttisins. Næsta stilling sem við gerðum, það eru fleiri stillingar hérna í þessu, það er stilling 3 og svo framvegis. Þannig að hérna, næsta stilling hjá okkur er 4. Þannig að þá erum við að bæta við hérna straum í þétti sem að er orðin hærri heldur en straumur spólunar. Og þess vegna nægir hann hérna frá hingað, mismunurinn á þessum tveim straumum. Svo skoða það er 0,99 ampere líklega. Í stillingu 4, 0,99 ampere, við skulum sjá hvar við reiknaðum það út hérna. Já, hérna var stilling 4. Þetta er mismunurinn á launstraumi, sama straumi hérna, alltaf sami straumur sem að spólan er að taka. Hún tekur alltaf sama launstraum, af því við erum með sömu spennu. Og við drögum hérna nýjan straum þéttisins frá og við endum í hérna 0,99 ampere. Þess vegna er þessi nýji launstraumur 0,99 ampere í vektormyndinni. Og síðan þegar við reiknum út nýtt fasveikshorn, þá notum við alltaf, eins og við sjáum, allan raunstrauminn, leggjum saman raunstrauminn í perunni og raunstrauminn í spólunni og deilum með heildarstraumum í þessari stillingu. Stillingu 4. Það er hérna og heildarstrauminn var 1,88 ampere, sjáu þið. Þið munið eftir þessu. Þetta er aðferðin. Ok. Og en sem sagt, hvort er rásin núna rýmdarrás eða spannrás? Núna er hún rýmdarrás. Já, alveg rétt. Af því að straumur þéttisins er meiri. Ok. Og þá skoðum við. Þannig að í myndinni sem við
vektormyndinni, já. ekkert heildar þarna? Jú, heildarstraumurinn nær alltaf hérðan frá, til dæmis fyrsti heildarstraumurinn var hérðan frá þessum 0 punkti hérna og niður. Þetta voru þessi 2 ampere. Þetta voru 2 ampere? Já. Og í stillingu 2 þá er heildarstraumurinn hérðan frá og hingað. Já, hann lakkaði alveg. Já. Svo byrjaði hann aftur að hækka. Akkurat. Við leiðréttum fasvikið nokkuð vel og ef við hefðum notað stillingu 3 þá hefðum við verið með minni heildarstraum. En minni heildarstraum enn í stillingu 2. Já. Ferðu fyrst frá í-laun, ferðu fyrst niður með í-laun sem 1,87 og þaðan ferðu út til hægri þess x árs aðeins og byrjar að vinna þig upp frá honum, eða? Já, vegna þess að það er alltaf sami raunstraumur í rásinni og við teiknum hjálparlínu frá raunstraumnum beint niður og upp. Ok, en þannig að þú ert bara að fara að það beint út í raunstraumin. Já, já. Og svo bara byrjar að vinna í hverju skrefi, í hverju stillingur er við frá því. Já, já. Já, ok. Það er bara launstraumurinn sem er að breytast. Akkurat. Launstraumurinn minnkar fyrst þegar við tengjum þéttinn í stillingu náttúrulega 1. Við tókum hann ekki. Þannig að hérna voru allar stillingar einu sinni í þessu verkefni. Það var bara þótti ómikil vinna. Það var óþarlega mikil vinna að fara í gegnum allar stillingarnar. En í stillingu, segjum bara notum stillingu 1, hvað er heildarstraumurinn þar? Hann er hérðan frá og hingað. Já, og væri hann þá miðaður út frá 0 punktinum þá? Við getum verið með strauminn. Launstraumurinn hérna er 1,15 í öðru endi pluss 0,58 í öðru endi, sama sem, og svo rótin af því. Okay. Þú getur tekið þetta með Pythagoras og reikna akkurat þann straum hérna. Hann hingaði ekki hérna frá að hinga. Þannig að í rauninni, þegar við hefðum við sett á fyrsta stig með meiri heildarstraum heldur en annað og þriðja. Já, mögulega fjórða líka. Já. Það var konceptið sem við verðum að gleyma. Það var það sem ég fann með. Og stilla þettin mjög mikið þá var það til að koma. Það hefði verið undarsamt að taka fyrsta stig og öll stígin fyrir hvert að ég leða og lækkar ferðir eða tveikir á í öðru stígi þannig að lækkar hann og svo hækkar hann strax en í rauninni hefði hann í þriðja stígi lækkað meira áður en hann byrjaði að hækka. Þannig að ég get það ekki. Nei, við hefðum í rauninni átt að taka stillingu 3 líka til þess að sjá að hann lækkaði ennþá meira heildarstraumurinn. En við tókum sem sagt samt ekki eftir því, við höfum tekið eftir því að þá var samt rýmdarstraumurinn orðin meiri heldur en launstraumur spólunar. Og það hefði samt verið hagstæðara fyrir það sem er að selja okkur rafmagnið að við myndum leiðrétta fasvíkinn því þá hefði verið minni töp á leiðinni. Það er okkur sama fasvík í Spanarás og Rýmdarás, er einhver kostur við það að hafa Rýmdarás? Nei, það er bara sem minnst fasvík í rás er bara kostur. Það er ekki munur á 60 gráð fasvík í Rýmd og Spanarás, það er ennþá bara það er ekki kostur yfir eitthvað annað. Það er ekki kostur. Við erum alltaf að tapa, ef það er fasvík, þá erum við alltaf að tapa óþarfa orku í upphitun í strengjum. Af því að við þurfum að senda óþarfa mikinn straum í gegnum lerana. Já, til þess að fæða launstrauminn. Akkurat. Þannig að þá held ég að þið séu orðnir settir við þetta og búin að skilja hvernig er staðan annars. Einhverjar frekari spurningar? Þetta er bara æfing. Þið bara reiknið þessar skýrslur aftur og aftur þangað til þið eru búin að ná þessu. Það er bara þannig. Alveg frá upphafi til enda. Ok, síðan er
síðasta skýrslan 2D og þá höfum við hérna virkni skammhlaups og í þessari æfingu þá aðalmálið að átta sig á því hvernig stærðirnar breytast. Við sjáum hérna að út úr þessari mælingatöflu að sýndaraflið það eykst hérna aðeins og náttúrulega aðalega raunaflið það að aukast mest við aukið álag. Þannig að það minnkar munurinn á, eins og við vorum að svara í verkefninu, það minnkar munur á raunafli og sýndarafli. Við aukið álag þá hérna hækkar raunaflið mikið og sýndaraflið eykst aðeins meira líka. En hvað með launaflið? Það helst nánast óbreytt allan ferilinn. Þetta eru bara einhverjar breytingar sem maður veit ekki alveg hvað Þetta mjög lítil breyting. Ef við skoðum þetta á línuritinu þá skulum sjá, þið settu þetta allt saman inn í línurit hérna. Gott að lesa út úr þessu. Hérna P-ið, raunaflið, þetta bláa línan. Að hún fer hérna upp og sýndaraflið það hérna en launaflið, græna línan, hún nokkuð jöfn allan álagsferilinn. Ok? Farsvikið það lækkar vegna þess að raunaflstöðullinn hann hækkar og snúningshraðinn hann lækkar hérna straumtaka mótorsins hún eykst hérna. En það þetta sem við sjáum út úr þessu og síðan með aflið að við gátum hérna til dæmis í þessu þá fundum við út afl í fasa með því að taka heildaraflið og deila með 3. Þá fengum við fasaafl í öllum þessum álagsstillingum. Og sama var með sýndaraflið. Sýndaraflið í fasa bara heildar sýndaraflið deilt með 3. Þá fáum við fasa sýndaraflið. Eitthvað sem að þið viljið spurja þetta? Það var ágætisæfing. Og hérna smá útskýring á því af hverju að launaflið jafnt allt álagsviðið, sem sagt að launaflið það fer í því að segulmagna mótorinn og seglunin sjálf breytist ekki mikið með álagi og síðan var þetta með bilið milli sýndar og raunafls fór minnkandi með auknu álagi og við sjáum það náttúrulega út frá aflvektora mynd þegar lítið P, lítið álag og síðan eykst álagið þá stækkar P-ið og nær sem sagt að stækka mikið meira heldur en S-ið. Þannig að þær stærðir eru að fara að nálgast hvor aðra. En samhengi milli snúningshraða mótorsins og straumtöku sem sagt snúningshraðinn lækkar eftir því sem að straumtakan hækkar og aukið álag á mótorinn lækkar snúningshraðann en það forsenda fyrir því að straumurinn og þar með aflið inn á mótorinn aukist. Það er málið. Einhverjar spurningar?
Hvernig annars staðan á þessu dæmum hjá okkur? Við búin með þau? Sko, það dæmi hérna, sýnidæmi, gott sýnidæmi til að sýna hvernig við reiknum dæmið einfasamótorinn. Það gott að fara yfir það. Við prófum þá.